Men vad förstår du inte säga att inte för sig så här vid funderingar? Nei. Jag tröstar dig. Já. Klukkan 9:30 í morgun voru tugir manna mættir við skrifstofu Samherja í Reykjavík og á Akureyri. Og þið færuð ekki í þessar aðgerðir nema rökstuddan grun væri að ræða? Sjálfsögðu ekki. Ég held að það er þannig sem ég gera. Að ég gat ekki fengið neitt til að staðfesta fyrir mig. Hvaðan koma þessar ásakanir? Hvernig getur þetta átt sér stað? Hæstiréttur staðfesti í dag dóm Héraðsdóms Reykjavíkur að Seðlabankanum hefði ekki verið heimilt að leggja 15 milljón króna stjórnvaldssekt á Samherja. Með þessum dómi ljúki endanlega tæplega 7 ára aðför Seðlabankans á hendur Samherja. Gott kvöld. Stjórnendur Samherja eru grunaðir brot á gjaldeyrislögum með því að selja dótturfélagi fyrirtækisins í Þýskalandi sjávarafurðir frá Íslandi á undirverði. Klukkan 9:30 í morgun voru tugir manna mættir við skrifstofu Samherja í Reykjavík og á Akureyri. Rannsókn Kastljós var kveikjana rannsókn yfirvalda. Kastljós bar upplýsingarnar undir gjaldeyriseftirlit Seðlabankans sem hóf í kjölfarið rannsókn á málinu sem nú snýr að útflutningi fyrirtækisins síðustu misseri. Það eina sem ég get sagt að þeir eru grunaðir hafa brotið einhver ákvæði í þessum gjaldeyrislögum. Og þið færuð ekki í þessar aðgerðir nema rökstuddan grun væri að ræða? Sjálfsögðu ekki. Þetta er sennilega einn stærsta, ef ekki bara hreinlega stærsta búsleitaraðgerð sem hefur átt sér stað hér á landi. Og það var augljóst strax frá upphafi að þarna var að eiga sér stað illa undirbúin aðgerð. Í mínum huga þá ber þetta skýr og augljós merki veiðiferðar stjórnvalds. Það er að segja að stjórnvaldið er komið inn með einhvern óljósan grun að það kunna vera eitthvað í gangi en vita ekkert nákvæmlega hvað það er og ætla þeir að taka allt sem þeir koma höndum yfir. Eitt af það fyrsta sem ég gerði þegar ég var búinn að skoða innanhúsgögn félagsins, tölvupósta, skýrslur starfsmanna Samherja og ekkert benti til þess að þetta væri rétt. Þá fór maður að spyrja sig að því hvaðan koma þessar ásakanir? Hvernig getur þetta átt sér stað? Ég var, skal ég segja þér, á Reyðarfirði á bóndadaginn 2012 og eins og Reyðfirðingar gera, þá fór ég á Þorrablót. Á Þorrablóti þá hitti maður náttúrulega mann og annan og meðal annars hitti ég Helga Seljan og við vorum eitthvað að spjalla og ég náttúrulega spyrja hann út í fréttamennskuna og svona og þá segir hann mér í óspurðum fréttum nánast að hann sé að vinna mjög stórt mál núna og já, og hvað er það, segir ég náttúrulega forvitni og þá segir Helgi við mig, já, nú ætla ég að taka hann og taka hvern, segi ég, nú ætla ég að taka Þorstein Má og Samherja. Ókei, og ég var nú frekar hissa og segi, betur, hvað er í gangi, hvað er að gerast? Og þá segir hann mér það að Þorsteinn og Samherji sé búin að vera að svindla með karfan. Og ég segi við hann, já, heyrðu, ókei, svindla með karfan. Það held ég sé nú ekki, nú hvernig þá, segi ég. En þeir eru búin að vera að flytja hann út á allt of lágu verði. Kastljós lagði gögnin varðandi afurðasölu Samherja fyrir gjaldeyriseftirlit Seðlabankans á dögunum og óskaði eftir mati á því hvort lögbrot væri að ræða. Forstöðumenn eftirlitsins fengust ekki til að leggja mat á málið á þeim tímapunkti. Í framhaldinu hófst þó rannsókn á málinu sem leiddi til húsleitar á skrifstofum Samherja í Reykjavík og á Akureyri í morgun með aðstoð embættis sérstaks saksóknara. Ég kom því til leiðar að ég og Helgi hittumst á fundi á lögmannsstofu hérna í bænum. Án þess að hann vissi hafði ég allt annan tilgang með þessum fundi og tók þennan fund upp. Ég náði að beina samtali fundarins að lokum inn á Seðlabankann og náði að í raun og veru fá hann til þess að segja mig hvernig upphaf Seðlabankamálsins var. Ég fer alveg til skattamálstöðuna og þau bara einhvern veginn þögnuðu. Þau bara skilja ekki hvað það snýst. Og þá kemur í ljós að hann hafði gengið á milli stofnana, fór fyrst til skattrannsóknarstjóra
og reyndi að fá skattrannsóknarstjóra til þess að hefja rannsókn á Samherja. Skattrannsóknarstjóri vildi ekki hlusta á Helga eins og hann lýsti fyrir mér. Nei, já, þetta gerist þannig að ég er með lagagreinina og er eitthvað að pæla henni og googla hana, þá sé ég hún er alveg samsvarandi í gjaldeyrislögum. Þess vegna ákvæði ég að fyrst að þau voru ekki að kveikja á sig og skattrannsóknarstjóra, þá hringdi ég niður Seðlabankann og spurði hvort ég gæti fengið ekki til að útskýra fyrir mér hvort að skilningurinn minn á þessari lagagrein var ekki alveg réttur. Og ég fer að heita þau. Helgi fer til Seðlabankans og segir mér að hann hafi haft skýrslu frá Verðlagsstofu skiptaverðs sem er niðurstaða rannsóknar þeirra stofnunar sem á að hafa bent til þess að þetta væri rétt. Ég vissi náttúrulega þegar fyrsta hvaðan þessi pappir að koma frá Verðlagsstofu og ég vissi að þeir voru alveg vitið, ég var búinn að komast að því. Og það tók mér svolítið tíma reyndar þegar þetta var ómerkt En þetta var undirritað af þessari konu Ég komst að því að það var allt saman alveg rétt og ég gat líka með því að bera saman bara tölur frá skýrslunni. Landverðina, þá gæti komist að þessar tölur voru þetta réttar. Það tók alveg ógeðslega langan tíma með ég að fara yfir það. Ég held að það verið þannig sem ég gerði það, þannig var þessi skýrsla. Það var eitthvað sem að ýtti Seðlabankanum á stað og eftir því sem við komumst næst, þá er það einhver gögn sem að Helgi Seljan, fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu, fór með á fund gjaldeyriseftirlits Seðlabankans. Ég held að á þessum fundi, það mann ég hreinlega ekki, að ég man að ég tók í ljósrit að þessu síðan með, ég var bara hættum taka þetta af mér. Þú veist, það var bara til að vera öruggur og líka því að þetta var gögnin voru þannig að, þú veist, ég var búinn að eiga við, skýrsluna. Ef að það reynist rétt að Helgi Seljan hafi átt við einhver gögn eða einhverja skýrslur, þá er það auðvitað bara grafalvarlegur hlutur. Að ef hann er að fara með slíkt skjal á fund stjórnvalds sem hefur valdheimildir og er að bera aðila sökum að hafa framið refsiverðan verknað, þá er hann sjálfur að gera sekúndar refsiverðan verknað. Kastljós hefur þannig aflað sér upplýsinga að Samherji hafi á nokkurra ára tímabili selt afla fyrir hundruði milljóna til dótturfyrirtæki síns á verði sem er alltaf þriðjungi lægra en gengur og gerist í sambærilegum viðskiptum. Og ég segi eitthvað sem svo, já, Helgi minn, þetta passa nú ekki neitt þú veist það alveg. Þú veist nú líka að ég var að vinna við þetta á sínum tíma hjá Síldarvinnslunni. Þannig að við vorum að selja karfan úr landi á föstu verðum stundum og það var alltaf verið að passa upp á það að það væri á markaðsvirði vikunnar. Þannig að þetta væri aldrei neitt vafamál það að verðið væri rétt til skipana. Þannig að ég get nú ekki séð sér mikið í þessu hjá þeim. Kastljós hefur einnig undir höndum sundurliðun frá árunum á undan en í skýrslu sem Verðlagsstofa skiptaverðs vann árið 2010 kom í ljós að Samherji hefði á árunum 2008 og 2009 selt sama félagi karfa á undirverði. Í skýrslunni kemur fram að þau ár hafi verið að ræða afurðir fyrir 100 milljóna króna. Hann vísar ítrekað í þessa skýrslu Verðlagsstofu skiptaverðs. Það er eins og er ekkert í samskiptum við Verðlagsstofu skiptaverðs sem gefur einhverjar vísbendingur það að það verið tekið saman einhvers konar skýrsla af þeim toga sem að Helgi Seljan var að veðhafa á. Ég vil nú bara leyfa mér að kvóta í bréf frá sérstöku saksóknara. Hann tók það fram að það væri ljóst Samherji eða starfsfólk Samherji hefði gættist af kostgæfni að standa skil á öllum gjaldeyri til Íslands. Ég samt málið svo var það ég fekk aldrei að ég reyndi að ræða þessa gæja sem voru í Verðlagsnefndinni. Ég fekk aldrei neitt upp úr þeim, ekki einu upp úr Guðmundi, hvort að þeir hefðu fengið þessa skýrslu. Þess vegna þurfti ég að fara í gegnum hana og tjekka hana af. Því ég gat ekki fengið þeim til að staðfesta fyrir mér að hún væri það. Okay. Kastljós hefur undir höndum gögn. Gögnin voru þannig að var búin að eiga við skýrsluna. Í gögnunum kemur fram að meðalverð á gullkarfa hafi á síðasta ári verið 320 krónur fyrir kílóið. Þetta var ómerkt með því að bera saman tölur frá skýrslunum. Það gæti komist að þessar tölur voru þetta réttar.
Á sama tíma greiddi dótturfélag Samherja 90 krónum lægra verð fyrir kílóið eða 230 krónur. Þess vegna þurfti ég að fara í gegnum og tjekka hana af því ég gat ekki fengið þeim til að staðfesta fyrir mér að hún væri það. Niðurstaðan bara mjög einföld og tilgangur með því að vera að fjalla þetta er bara einfaldlega að sá að árið 2020 þá fær Samherji bréf þess efnis frá Verðlagsstofu skiptaverðs að eftir innri skoðun stofnunarinnar ekkert sem bendir til þess að hún hafi nokkuð tíma skrifað skýrslu af því tagi sem að Helgi Seljan vísar ítrekað til. Þannig að það allt sem bendir til þess að Helgi hafi ekki haft nokkuð skapaðan hlut í höndunum þegar hann hóf í raun og veru má segja málarekstur sinn gagnvart Samherja 2012. Við höfum aldrei fengið þessa skýrslu, aldrei nokkuð tímann. Hún var ekki með þeirra gagna sem lágu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur við uppkvaðningu úrskurðarna og var ekki á henni byggt við kærur síðar í málum. Þannig ég hef aldrei séð þessa skýrslu. Við veltum því oft fyrir okkur af hverju þessi skýrsla var til dæmis ekki grundvallargagn í húsleitar kröfu Seðlabankans til Héraðsdóms Reykjavíkur. Nú vitum við ástæðuna. Hún var aldrei til. Það var aldrei neitt mál og það alvarleikinn í þessu. Og tökum Samherja sem fyrirtæki út úr þessara mynd og horfum aðeins á þá einstaklinga sem var undir í málinu. Venjulegt fólk var borið mjög þungum sökum mjög alvarlega lögbrot sem gátu varðað margra ára fangelsi. Sumt af þessu fólki hefur því miður ekki borið sitt barr eftir þetta. Það alveg klárt.